Þessi. Sæl, til hamingju með afmælið, 111 ár, það hérna jafn gömul og Bilbo Baggi, það ekki slæmt. Það fyrsta sem ég hugsaði. Já, ég sem sagt heiti Gunnar Theodór, rithöfundur, dýravinur og bókmennafræðingur og skrifaði þessa doktorsverkefni dýrasögur og dýravernd, en ég ekki að fara að tala það, ég gæti tala það alveg hérna í allan dag. Tryggva Gunnarsson og svona. Ég að vinna að verkefni núna sem snýst einmitt Tryggva Gunnarsson og dýrasögurnar, en hérna, það kemur síðar. Ég var beðin að tala veganisma og tengsl veganisma og dýraverndar. Þannig ég ætla að gera það og reyna að gera það á minna en 5 mínútum. Þótt veganismi og dýravernd eigi það sameiginlegt að vilja dýrunum vel, að bæta kjör þeirra og líf, þá þeim stundum stillt upp sem andstæðum innan dýravelferðarbaráttunnar. Kjarni veganismans fylgir svipari línu og hugmyndafræðin frelsun dýra. Það að dýrahald sé í sjálfu sér alltaf ákveðið form ofbeldis og valdníðslu. Dýrasiðfræðingurinn Tom Regan orðaði þetta hvað best að mínu mati: dýravernd vill stækka búrin, veganismin vill brjóta búrin. Og þessi togstreita síður en svo ný af nálinni og má rekja eins og margt annað sem við höfum talað hér í dag að minnstakosti aftur til 19. aldar. Ekki fyrr hafði fyrsta stóra dýraverndarsambandið verið stofnað á Englandi en að aðrar hreyfingar skutu upp kollinum, svo sem dýravinafélag aktivistans Louis Gompertz, sem var í raun talsmaður 19. aldar veganisma, þið getið ímyndað ykkur hvernig það var, og mannúðarbandalag heimspekingsins Henry Salt. Og Henry Salt var svo sami og skilgreindi fyrstur hugtakið dýraréttindi, þegar henni bjóð það til, Animal Rights, í samnefndri bók. Og bandalagið hans barðist jafnt fyrir grunnréttindum mannfólks og allra annara dýrategunda. Síðan þá hefur þessi togstreita verið viðlóðandi allan aktivisma fyrir velferð og réttindum dýra og skapað óumflýjanlega sundrung í baráttunni. Í doktorsnáminu mínu þá var ég þess heiðurs að njótandi að hljóta leiðbeinslu merkilegs dýrasiðfræðings Lori Gruen, prófessors við Wesleyan-háskóla, og ein sérstaða hennar með við marga aðra dýrasiðfræðinga að hún leggur áherslu á að skoða og velta upp þeim fjölmörgu flækjum sem tengjast málefnum dýra og líta á samband okkar við dýrin sem nokkurs konar frjálst og síbreytilegt flæði, frekar en að leggja niður hreinar og beinar siðareglur og heimta að allir fylgi þeim. Og það til dæmis æði flókið að vera vegan í samfélagi sem byggir á arðráni dýra. Ofbeldi gegn dýrum allt umlíkjandi. Það í efnahagnum, í vöruframleiðslu, í menningunni, pólitíkunni, fjölskyldulífinu. Hvers dagurinn gegnsýrður af arðráni dýra. Og það getur verið auðvelt að missa móðinn, andspænis slíku ferlíki. Lori Gruen kom með hugtak sem hefur verið mér mjög hugleikið og ég skellti fram sem titli á þessu erindi. Veganism as aspiration, sem ég þýddi sem veganismi sem leiðarljós. Veganismi þannig hafður að leiðarljósi á gagnrýninn og sjálfsmeðvitaðan hátt til að fletta ofan af öllum vandkvæðum dýrahalds og öllum ólíkum vandkvæðum dýrahalds samhliða því að gera sig grein fyrir annmörkum hugmyndafræðinnar í praxís. Til dæmis þegar kúgun manna og dýra tengist, þegar þjóðfélagsstaða, fjárráð eða forréttindablenda spilar inn í umræðuna, eða þegar umræðan snertir á flötum fjölmenningarsamfélagsins. Í rauninni þetta intersectional veganismi sem hún að tala samtvinnuð dýraréttindi. Tilhneigingin getur nefnilega verið að líta alltaf undan slíkum flækjum, að segja veganismi svona og þú annarkvort með eða á móti. En Lori vill frekar líta á umræðina sem opið flæði og samtal einmitt til að sporna gegn hópaskiptingunni og forðast að vera að draga línur í sandinn. Það þýðir þó ekki að við eigum að fórna höndum frammi fyrir flækjunum eða gefast upp þegar á móti blæs og þess vegna veganismin sagður vera leiðarljósið svo við missum aldrei sjónar á hagsmunum dýrana því þau eiga umfram allt að fá að eiga sig sjálf. Þannig ber okkur skylda til að horfast í augu við öll dýrin, gæludýr, húsdýr, villdýr, manndýr, sem verið að misnota kerfisbundið í kringum okkur og bregðast við eftir bestu getu hverju sinni. Öll viljum við vernda dýrin og erfiðast af öllu að vernda dýrin fyrir okkur sjálfum. Og horfast í augu við að við getum sjálf verið þáttakendur í ofbeldinu á einn eða annan hátt, meðvitað, jafnt sem ómeðvitað. Það líklega aldrei hægt að vera fullkomlega vegan, fullkomlega hreinn á samviskunni, ekki í okkar samfélagi.
og frelsun dýra mun ekki eiga sér stað á einni nóttu. Heldur með litlum skrefum, þetta eru langtíma markmið sem nást kannski aldrei, en við verðum að stefna hátt til að ná eins langt og við mögulega getum og með frelsun dýra sem framtíðardraum og með veganisma sem leiðarljós. Takk fyrir mig.